Sögur þær sem að Íslendingar rituðu á 13. og 14. öld og fjalla menn og málefni svo kallara sögualdar, þar að segja tímabil sem svona cirka 930 til 1030, þær hafa verið nefndar Íslendingasögur. Það eru hátt í 40 sögur sem að geta fallið undir þessa skilgreiningu, en það er sjálfsög ýmislegt fleira sem að sögurnar eiga sameiginlegt. Nú það leið til dæmis langur tími frá því að þessir atburðir sem frá er sagt hafa átt að gerast og þangað til þau voru skráðir niður. Þannig að yfirleitt telja menn að það er munnmæli sem að þá brúuðu bilið þarna á milli. Hins vegar eru mjög skiptar skoðanir sannleiksgildi sagnanna og sérstaklega þá hversu stóran þátt munnmælin eiga í sköpun þessara sagna. En það verður auðvitað að teljast líklegt að sko menn, eða þar séu höfundarnir, þeir hafi bara notað ýmsar heimildir, bæði munnlegar og skriflegar, kvæði, vísur, ýmsan fróðleik og þar á ekki þá muni væntanlega hafa lagt sitt að mörkum sjálfur og sjálfsög voru það sagnarítararnir sem að sköpuðu bókmenntirnar, þar að segja höfundaverkið sem slíkt. Nú trúveruleikinn, hann svona er mjög mismunandi, hann er sem sagt í yngstu sögunum þá sér maður að menn eru farnir að nota formúlur og miklu staðlara söguefni heldur en áður. En helstu einkenni sagnanna eru kannski þessi að þetta eru sem sagt veraldlegar sögur sem að snúast að meira eða minna leyti sæmd og heiður Íslendinga á söguöld. Nú deilur og átök koma mjög við sögu og sumir halda með sér fram að sögurnar fylgi flestar ákveðnu deilumynstri. Það er að segja, deilur geta leitt til mannvígs og víg kalla svo aftur á sættir eða hefndir og hefndin spila mjög stórt hlutverk því að það var nauðsynlegt fyrir menn að verja heiður sinn og fjölskyldu sinnar. Og það má kannski segja að Laxdælarsaga sé einmitt svona dæmigerasta Íslendingasagan hvað þetta varðar vegna þess að hún nær hápunkti sínum með falli hetjunnar og fallinu fylgir svo aftur á móti hefndin og síðan gagnhefndir og að lokum eftirmáli. Svo er það eitt sem þarf að nefna líka að lokum og það er málfar sagnanna sem er einfalt og stíllinn hann er slípaður og fáaður og í rauninni þá má segja að stíllinn sem slíkur hann eigi einmitt sem stóran þátt í listfengi sagnanna. Og Íslendingasögur eru í rauninni svona frumlegasta framlag okkar til heims bókmenntanna, bæði fyrr og síðar.